Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og hjá mér í dag hann Ingi Kristinn Skjaldarsson hjá Hjálpræðishernum í Reykjavík. Og eins og við vitum þá jólamánuður oft þungur hjá mörgum og líka allir hinir 11 mánuðirnir í árinu og við vitum það að þessi mánuður sérstaklega árið 2020 getur verið þungur hjá mörgum og svona fjöldi þeirra sem að sækja til góðgerðarfélaga, hjálpar, samtaka og stofnana hefur verið að aukast og við erum glöð í dag að fá að spjalla hér og kynnast starfsemi Hjálpræðishersins og já, kannski þú getur aðeins svona sagt okkur, þetta er löng saga, velferð og svona velferðsjóður og hvað, svona já, stór spurning, hvað það sem að Hjálpræðisherinn er að gera í nær samfélaginu? Herðu, sko, það er slatti. Við erum náttúrulega búin að, við erum eiginlega, sko, Hjálpræðisherinn í Reykjavík er eiginlega undanfari bara velferðarstarfs Reykjavíkurborgar. Hann byrjaði náttúrulega undan borginni að aðstoða borgarbúa og gerir enn eftir 125 ár. Við í dag erum að bara allt árið erum við náttúrulega aðstoða fólk með bónus eða krónukort. Jólin erum við með krónukort og það hefur verið svona mest krefjandi kannski þessa stundina að taka á móti öllum þessum umsóknum sem hafa svona gjörsamlega bara, já þetta er bara sprungið upp í andlitið á okkur eiginlega. Já, sko aðsóknin úthlutunin í fyrra og jólunum í fyrra var að við aðstofum einhverja 170 umsóknir sko. En við erum komin upp í 400 og einhvers staðar kringum 470 umsóknir sem að sko eru alltaf fastar í dag og síðan kannski vonandi ef við eigum pening að þá kannski getum við aðstoða aðeins fleiri sem að það er alltaf einhver og einn sem að gleymi sér eða veit ekki og svona og vaknar upp við kannski í vondum draumi að hann vantar aðstoð og þá kannski allir alls það bara lokað en við svona ég er að vonast þess að geta aðstofa einhverja slíka en ég bara hef ekki getað lofað hann einu en við sjáum hvað við eigum þegar við erum búin að aðstofa alla hina sem að sóttu alla hina 470 umsóknirnar. Þannig þetta er meira en tvöföldun á milli ára þá? Já. Þetta er alveg miklu meira en það. Og fyrir utan það sko náttúrulega erum við líka náttúrulega aðstoða eða erum við að færa bara föngum í fangelsi gjafir og erum einmitt að vonandi að fara að gera eitthvað svolítið öðruvísi og skemmtilegra þessi jólin, bara að reyna aðeins að lífga upp þar og gera eitthvað sem að það kemur ljós vonandi bara seinna í vikunni og síðan erum við náttúrulega að gera klárt fyrir jólaboðið sko sem að hefur svolítið breyst, við breyttum því aðeins frá því fyrra og höfum svona haft bara allan daginn bara opnar kl. 12 og fólk getur bara komið bara þegar það hentar en nú bara er þetta ár orðið búið að vera svolítið skrítið hjá okkur og en maður vonar að maður geti haldið það sem maður stefnir á að vera bara með svona þannig að fólk geti komið og selst niður bara þegar því hentar og farið heim þegar því hentar. Þetta er ekki svona hefðbundið að það sem allir mætur kl. 6 eða fyrir 6 og fyrir 6. Ég held að samfélagið okkar er líka bara breytt. Við erum með fullt af hælisleitendum og flóttafólki og eldri borgurum og við erum með fólk á örorku, fólk sem er einmana. Það er ekki endilega að þú sér kannski eitthvað blankur endilega. Heldur hefur bara engan til þess að vera með fólk sem er kannski verið að standa í skilnaði á árinu. Börnin sé kannski hjá hinum foreldrinu. Það hefur ekkert að gera. Þá eru margir sem taka að sér að vera sjálfboðaliðar hjá okkur á jólum. Félagsleg samvera. Já, bara þetta snýst náttúrulega bara að vera saman. Sko,
fyrst og fremst, held ég. Ég held að fólk sé fyrst og fremst að leita eftir því að það samvera og bara, þú veist, að hitta fólk sem að við vonum að við megum að gera. Það fer eftir hvað kemur í ljósi, vonandi eitthvað í vikunni og kannski eitthvað léttir þessu á, en sko þetta verða öðruvísi jól, það alveg, en við erum svo heppin að í öllu þessum leiðindum að þá erum við komin í nýja byggingu hjá Hjálpræðisöfnum og þar að leiðandi getum við tekið á móti fólki og verið kannski með það í svona mörgum hólfum. Við erum með það stórt húsnæði og í henni ýmis hólf sko, þannig að við getum og salernisaðstæður, við getum svona, þetta hentar alveg mjög vel fyrir svona þessar leiðilegu aðstæður. Þannig að þessi árlega jólasamvera kannski ekki alveg í uppnámi, vonandi getum við tekið á móti. Vonandi ekki, já. Við erum bara mjög svona, en við þá sko í verstafalli, eins og við segjum, bara í verstafalli, þá bara eldum við mat og við bara setjum í bakka og fólk kemur og sækir þá bakka sinn, þú veist, þeir sem vilja, sko. Við viljum gera eitthvað og jólagjöfina sína, þú veist. Þannig að já, við ætlum að gera það sem við getum, miðað við það sem að lög og reglur setja okkur skorðir, náttúrulega. Við förum alltaf til lögum og reglum. En nú það að sjá mjög mikið, þetta mikil aðstoð og mikil stuðningur við fólk. Hvaðan fáið þið peninginn til þess að gera þetta allt saman? Sko, við höfum, velferðarstarfi okkar er þannig að við erum, sem sagt, söfnum inn í eins og jólapottarnir eins og í desember, sem hefur alltaf verið svona þunga miðjan í okkar innsöfnun, þar sem að fólk hefur kannski sér okkur í Kringlunni eða Smáralind eða Fjarðarkaup eða einhvers staðar niður í bæ með þessa skrýtnu jólapotta sem að fólk hefur sett pening í og nú erum við til dæmis komið með svona rafrænan jólapott, þar sem að við erum bara með svona kóða, svona, hvað heitir þetta, hvað heitir þetta? Svona eins og á öllum dóti, svona Íslykill eða eitthvað rafræn Nei, svona, þú getur bara sett myndavélina eina upp á, það er Já, svona skannar og eitthvað svona QR. Kóði. Já, QR-kóða, já. Það er rétt. Sem að og þannig getum við, það er að byrja svolítið, það er mjög sniðugt. En síðan, sko, erum við líka að safna bara í gegnum, svona, sem hefur gengið alveg ofboðslega vel og við erum rosalega þakklátir að sem í rauninni svolítið að bjarga okkur þessa dagana er það að við erum að safna líka bara í gegnum svona úthringiþjónustu. Fyrsta skiptið sem við höfum og bara fólk mjög svona bara ekki Hjálpræðisherinn hefur aldrei gert svona og jú, auðvitað þetta bara fyrsta skiptið alltaf fyrsta skiptið og ég held að þetta hafi bara komið alveg á hárréttum tíma þessi ákvörðun hjá okkur að við ákváðum að prófa og við erum eiginlega bara svona dolfallin yfir hvað fólk tekur vel á móti þessu fólki sem að hringir og biður fólk að styðja Hjálpræðisherinn. Það er mikil breyting og við erum svona ekki vön að hringja í fólk og biðja peningar sko, eða þú veist að styðja okkur. En þetta er greinilega að fólk tekur vel í þetta. Þetta fer allt saman í það sem við kallum velferðarsjóður sem að fer í ekki neitt annað heldur en velferðarstarf og það er alveg mjög strangt hjá okkur að þessi sjóður má til dæmis ekki nýta í það að borga eitthvað fasteignakaupi eitthvað, það er bara sér og við erum ekki að blanda því saman. Þannig að í þetta fer í það að kaupa sko matarkort allt árið. Því að við erum ekki bara að deila út matarkorti jólin, heldur höfum verið að gera það bara allt árið. En á sama tíma þá erum við að opna nýtt hús og við erum að fara að breyta svolítið starfseminni hjá okkur þannig að við getum þjónustað meira fólk inn í húsinu. Og við ætlum að vera með opið hús 5 daga vikunar. Þannig að fólk sem að þarf á því að halda
getur komið hérna og borðað hádegismat eða fengið sér kaffi og eitthvað, þú veist, svona kaffi með því og án þess að þurfa að greiða fyrir það. Þá þarf bara að sækja það bara svona og við líklega förum frá kannski meira svona og reynum að nýta, ég held að það sé kannski, þú veist, heldur þessi litlu kort sem við höfum að gefa, ég held að þetta getur verið fyrir marga meiri hjálp. Að eiga sko vísan stað, 5 daga vikunar, hádegismat, heitan hádegismat. Þannig að maður sé ekki að borða einn, ég held að þessi svona þetta tækni ár 2020 alveg svona kannski kostir en líka miklu gallar og það er kannski ekki öll heimili sem að hafa aðgang endilega tölvu og öllum þessum svona fjarfundarbúnaði og einmitt þú talaðir áðan þegar að fólk er kannski að gangi í gegnum skilnað og það býr kannski eitt og sko hefur engan til að tala við og hefur engan til að hringja í og hvað þá þú hefur ekki eins og þessa tækni til að eiga í samskiptum við fólk í gegnum tölvu eða Skype eða Zoom eða WhatsApp eða hvað þetta er sko. Þannig að það er svo gott að geta bara komið eitthvað og að vera að borða með einhverjum, þetta er svo mikilvægt þessi félagslega samskipti sem eru kannski búin að týnast dálítið mikið, okkur finnst við séum í miklu samskipti fólk en svo kannski erum við ekki búin að fara út úr húsi í marga daga en samt einhvern veginn eigið samskipti gegnum tölvu en það er ekki alveg eins. Nei, það er langt frá því að vera eins sko, þó svo það getur verið svona komið í staði fyrir margt svona í einhver tíma, þá held ég að þetta ár sé búin að, þetta er búin svo lengi. En það er náttúrulega þessi félagslega fátækt sko, sem að, ég meina þó svo fólk sem jafnvel með tölvu, þá hefur það bara engan kannski til þess að hafa samband við. Og jafnvel hræðist það bara, þú veist, finnst það bara óþægilegt. Og það er einmitt sko, bara eins og með jólamatinn hjá okkur sko, að að það er gott að blessa og gott að geta fengið eitthvað að borða, en það er ennþá mikilvægara það er þessi samskipti sem við eigum okkar á milli og geta sest niður með jafnvel þó svo að sé einhver ókunnugur og bara spjalla, sko, daginn og veginn og að það er bara ómetanlegt. Þú kaupir það ekki í krónunni eða í bónus, sko. Nákvæmlega. En þetta sko, það er greiðlega mikil þörf og einmitt margir sem hafa bara ekki efni á mat og ég sá líka á heimasíðunni ykkar að þið eruð að einhverjum tilfellum að hjálpa fólk varðandi aðra hluti. Já. Við höfum bara, þú veist, og sko, við höfum bara, þú veist, eins og gegnum hertegsbúðirnar okkar. Þá, eins og ég sé, það er bara, það er svo frábært tækifæri til þess að aðstoða fólk með bara, þú veist, sumir af fólki sem hefur kannski jafnvel búið á götunni einhvern tíma, við jafnvel fær, eins og núna eru að opnast 5 íbúðir, ný heimili fyrir jaðarsett og heimilislausa. Þú veist, bara þessu fólki vantar svo margt þar einu sko. Og bara fullt af fólki sem kemur og er að koma úr meðferð, koma úr fangelsi og bara er svolítið að byrja á núllpunkti. Já, hælisleitendur, þeirra og þú veist, flóttamenn, þetta er bara, og við höfum getað bara aðstoða fólk bara, hvað vantar þið? Og þá bara fer þetta upp yfir og þú bara velur það sjálf sko. Staðan fyrir að þurfa að gera svo vel, þetta er í boði, þetta er bara, kannski langaði í eitthvað aðeins, kannski langaði bara í svarta könnu í staðan fyrir hvíta, þú veist, skilja mig, þú veist, bara, það er þetta að gefa fólki tækifæri að vera svona, þú veist, að vera með svona, bara það er smá reisn, bara hellis reisn í því að geta farið inn í búð og bara valið það sem mann langar í. Í staðan fyrir að bara, það sé bara komið með það og mann er rétta. Jú, fólk er mjög þakklátt, sko. En það er meiri reisn í því að geta bara farið sjálfur og valið sér sína hluti. Bara alveg sem föt, þú veist. Þú vilt bara fá að velja fötin sjálfur. Nema kona mín getur bara valið fyrir mig. Það er annað mál. Og líka með mat. Ef einhver réttir manni poka, þú veist, þá er maður þakkláttur fyrir að fá mat, ef maður á ekki mat og maður þakkláttur fyrir öll samtökin sem að sjá þetta óeigingjarna starf og sjálfboðaliða sem að bara standa bara marga daga við að útvega fátæku fólki mat og gera besta úr stöðinni en það er
betra að geta farið út í búð og bara, mér vantar þetta, mér langar þetta, ég er búin að hugsa þetta í marga daga, bara mamma, getum við farið út í búð og keypt þetta, ekki bara Já. hvað er í pokanum og svo bara eitthvað, Já. ok, herri, við erum að fara að borða þetta í kvöldmatinn. Það er bara þetta í pokanum og Já. Jú, gott að blessað, en það er líka bara ekki bara það að við langi, þetta er bara spurningum líka fæðóþol og allskyns fólk með allskyns sérþarfir sko sem það ræður ekkert við sko, getur ekki borðað mjólk, þú veist, það eða mjólkuvörur, þú veist, sem er kannski bara smjólk og skyr og ostur í pakkanum sem er bara flottar vörur, en þú bara getur ekki borðað þær. Einmitt, nákvæmlega. Og það náttúrulega fær viðkomandi enda mér kannski samviskubit á því að fara að segja ég nú vilja kannski eitthvað annað, þú veist. En þá kannski fólk gerir sér ekki grein fyrir það hvað er á bak við það að fólk segir kannski það að þetta hentar mér ekki. Annars að, já, þetta og setur fólk oft bara í svona innri baráttu við það byrju á ég að segja að ég get ekki borðað þetta eða bara taka þetta og bara hendur sér ruslið eða eitthvað, þú veist. Einmitt. En núna líka á sama tíma og maður er einmitt, þú veist, ég er mjög þakklátt að sé, já, að við búum í samfélagi sem að margir neita bara að einhvern veginn horfast í augu við þetta og vilja bregðast við, þá samt sko spyr maður sig, ekki stjórnvöld að fyrirbyggja að þetta sé staðan, þú veist, á það að vera herðum samtaka að einhvern veginn grípa utan fólk sem er í þessari stöðu vegna þess að tekjur að duga ekki og það hefur verið þannig lengi. Þú veist, ég ætla bara að gefa mér að það sé þannig. Þú veist, ég vildi óska þess, sko, ég hef oft sagt það, sko, að ég vildi óska þess að ég þyrfti ekkert að sjá þetta. Þetta væri ekki vandamál. Og þú veist, Hjálpræðisherinn líka vinnur þannig og hefur alltaf unnið þannig gegnum öll árin, sko, þú veist, yfir 150 ára, að við höfum komið einhver á stað, en síðan ef að ríki og borgar, alveg saman hvar við erum í heiminum, tekur við sér og fer að gera það, þá stígum við til hliðar. Þegar við sko vildum, þú veist, frekar geta byrjað með eitthvað og síðan bara leyft öðrum að sjá um það, þú veist. Við þurfum ekkert að vera að sjá um, það er ekki okkar svona hugsjón það að við eigum alltaf að vera að sjá svona, ef að bara ríki og borg, sveitarfélög og þetta opinbera sem að samkvæmt lögum á að gera þetta, þú veist, ef það væri einhver, þú veist, ef það væri ekki þessi þörf, þá þú veist, var náttúrulega bara fínt að geta stigið til hliðar og gert, og það einbeitt sér einhver öðru, það er bara næsta verkefni, þú veist, það kemur alltaf, það er alltaf eitthvað til þess að aðstofa með og það er alltaf einhver sem þarf á einhvers slags aðstof. Það eru svo margar, þú veist, hvort sem það er í andlegum toga eða líkamlegum, sko. Og einmitt, þú talaðir sko, fórst aðeins inn á áðan, það er einmitt svo samfélagið okkar, þó við séum fá, þá erum við ólík og það er einmitt flóttafólk og fólk úr ólíkum áttum og þetta er kannski eitthvað sem að allan að mér finnst að samfélagið þurfi svona aðeins að, hvað segir maður, ræða betur og það sé kannski líka, þú veist, við sem hefum búið lengi hér þurfum einhvern veginn að aðlaga okkur að því að samfélagið er ekki eins og það var fyrir 20 árum, þetta sé svona, við einhvern veginn öll þurfum að aðlaga breyttum aðstæðum og bara svona, þú veist, það sé líka gagnlegt að læra bara, þú veist, aðstæður sem fólk er að koma frá, þú veist, og bara svona, já, þú veist, maður veit ekki alveg hvernig það best að það fari fram og Ísland hefur náttúrulega bara tekið miklum breytingum á síðustu 20 árum og bara, þetta er örugglega búið að eiga sér alveg, þú veist, en ég meina, þetta er eitthvað sem þarf að gerast og Algjörlega, og þú veist, og þessi, við þurfum svona, það er ekki bara, sko, þú veist, að það er svo mikið sem að, sérstaklega ungt fólk og ég þó sé ég kannski ekki ungur, maður vissi alltaf að vera að læra, bæði ekki bara fólki sem kemur erlendis frá, þetta líka bara af eldri borgurum okkar og fólki sem eru öryrkjar, þú veist, að, þú veist, við erum svo mörg sem að höfum það svo gott, sko. En það er líka rosalega margir sem hafa það rosalega slæmt.
og ég veit ekki, einmitt eins og þú segir, ég veit ekki alveg hvernig við gætum svona fengið fólk til að opna augun yfir því hvernig aðstæður náungiðinn býr við, þú veist, að það er bara einhver sem er á röðinni í kassa í Bónus sem undan þér sem að lítur kannski allt í lagi út, en kannski eru heimilisaðstæðurnar hans og lífið hans alveg sko svo mölbrotið. Og þú veist, það eru svo margar aðstæður sem að, og ég held oft á tíðum skiljum við ekki alveg hvað það er í gangi hjá bara fólki í næstu íbúð, sko. Ég veit óska þess að við gætum einhvern veginn, þetta samtal væri ennþá opnara. Það er að opnast, sko, og þetta er ekki eins mikið tabú til dæmis að við þurfa að leita aðstoðar hjá hvort sem er hjá borginni eða ríkinu eða einhver svona þriðja gera apparati eins og hjálparæðisöfnum. En það er líka svolítið svona stigma út í samfélaginu sem að horfi niður á fólk sem er því miður og í samfélagi á 21. öldinni þá er ennþá rasismi að grassera sko í okkar samfélagi sko sem að maður hélt bara einu sinni, ég bara áttaði mig ekki á því fyrir ekkert svo löngu síðan að það er bara fullt af fólki í þótti sem að er svona alveg bara litað að rasisma, þú veist, bara ef fólk kemur einhver annar stað frá þá þarf endilega að við getum ekki hjálpað þeim af því að gamla fólki okkar hefur það svo slæmt eða þá að fólkið á götunni í heimilislausir hafa það svo slæmt. En hvað eru það búin að vera að gera öll þessi áratugi? Af hverju gátu ekki verið það búin að aðstoða og gera það svona rosalega betur fyrir gamla fólkið okkar og betur fyrir heimilislausa. Og síðan allt í einu poppar fullt af hælisleitendum sem þurfa okkar að hjálpa þetta og þá ætlum við allt í einu að fara að gera eitthvað gott fyrir hina. Þetta er svo rosalega brengluð hugsun fyrst mér. Við þurfum ekki að hugsa þannig að við getum ekki gert eitthvað gott fyrir þá og líka hina. Eða bara allir þessi hópar og allt fólk á náttúrulega bara rétt á bara að við meðhöndlum þau af virðingu og á réttlæti. Það er fjármagn í þessu samfélagi, við hefum alveg séð það og það til eigin fjárstaða efstu 10% hér. Þjóðfélagi hún er styrkjast þannig að það er ekki eins og vanti fjármagn, það er bara hvernig við deilum. Það er ekki erlendu fólki að kenna að hér sé fátækt fólk, þannig að deila. Og ég sé bara í mínu starfi sko hvernig, þú veist, að ég horfi á þetta fólk sem kemur inn sko, og þetta er bara fjársjóður fyrir þjóðina sko. Við þurfum að horfa á það þannig, við þurfum að horfa á opnum augum að fólk sem er að koma hérna er jafnvel bara með langa háskólagráðu eða bara mikla reynslu í einhverju og þau bara, þú veist, þetta er fólk sko 99% sem vill vinna, vill sjá fyrir fjölskyldunni sinni og vill bara vera virkur þegn í þessu samfélagi. Og við erum bara svo fá, við þurfum bara á meiri hjálp, við bara sjáum það bara þegar eitthvað, þú veist, vinnu, þegar allt í einu verður nóg að vinnu og þá þurfum við að fara að flytja inn fólk alveg í bara flugferð þetta frá Póllandi og hér og það, sko, Lettlandi sem bara kemur hérna vinnumenn, sko, bara gott að blessa það. En það er fullt af fólki sem vill vinna. Nákvæmlega. Við höfum að notfæra okkur það líka. Þetta er fólk sem vill vera hérna, það er ekki að fara. Og ég held líka að samfélagi okkar eigi eftir að þú veist, verða svona heilbrigðara heldur en kannski að hefur verið hvað þetta verður. Að þú veist, við erum svolítið búin að vera svolítið svona á eina af þessu litla skeri hérna í öll þessi ár og nú er bara fólk að koma og er að uppgötva það að Ísland er ekkert svo langt undan sko. Ég ætla að vona það, því að líka, þú veist, ef maður pælir í því, þá er þetta samtali búin að vera ágætistími fyrir Ísland til að svona, við ættum alveg að vera búin að, læra.
Það eru bara stjórnvöld sem við þurfum að varast þegar stjórnvöld koma með eitthvað svona orðræði sem að stilla jaðarhópum upp andspænis. Já, það bara mjög hættulegt að gera það og við höfum bara alls ekki fara þangað. Því að þetta fólk þú veist, það ekki þannig að í mínum huga, og ég bara trúi því ekki að það sé þannig að við getum ekki aðstoðað fleiri en einu, þú veist. En maður, þú veist, það er svona, ég held að kakan sé alveg nóg stór til þess að við getum fleiri borðað af henni heldur. Og við sem það það bara þannig í heiminum, sko, að hvað það 8% eða eitthvað heiminum sem á allan 90% af auðunum eða eitthvað, þú veist, þannig að það er misskipt gæðunum og það er sín annar mál. Ég get voðalega lítið gert í því en ég get við getum samt talað um það. Að ræðum það hvað þarf að gera. Svona meiri samhjálp, sundrung ekki að hjálpa neinum. Það er samhjálpin. Já. Og bara þetta að við séum svona meðvitaðir það hvernig kannski fólki í kringum okkur hefur það, sko. Þannig að það kemur mörgum á óvart að það sé til svona mikil fátækt eins og til á Íslandi, sko. Það kannski að það kannski góð skilaboð til þeirra sem að horfa í desember að við leggjum okkur meira fram við að setja okkur inn í aðstæður fólk sem við kannski þekkjum ekki og aðstæður bara að kynna okkur aðstæður þeirra sem að við þekkjum ekki og hvernig það raunverulega að búa við skort og auðvitað getum við aldrei upplifa eitthvað sem við förum ekki í gegnum en nákvæmlega. Kynna sér aðstæður, spyrja bestu getur. Að deila reynslu og svona reyna að átta sig á því. Og ég meina, bara það ef þú þekkir einhvern, þú veist, þú sem ert að nótið, sko, ef þú þekkir einhvern, sko, sem að, ég geti kannski aðstofan eitthvað, þú veist. Það er bara þetta, þú veist, ég að fá síntöl fólki sem á ekki neitt. Maður sem hringdi mig í gær, sem áskotnaðist einhver 6.000 kall, hann átti ekki krónu sjálfur, sko. En hann vildi endilega gefa þeir baukinn í hjálpræðis. Og ég þurfti að tala við í 20 mínútur til þess að fá hann ofan að því að nýttu það frekar fyrir sjálfa þeir vinur og veist. En hann átti ekki neitt. En sko, þetta ég veit ekki hvort þú þekkir söguna eyri ekkjuna, sko. Það sem að fátæka konan, sko, gefur síðasta eyrinn sinn. Ríki maðurinn gaf, þú veist, pínulítið af öllum auðnum sínum, en hún var að gefa miklu meira. Og svo hann hefði gefið meira í krónumtali, þá var þessi eyri ekkjuna sem átti ekkert, en átti hennar eyri, hann þú veist, miklu meira, hún gefur að fátækt sinni, hann gefur að auð sínum sem þú veist. Þannig að hérna var þetta svona, kom svo til mín þegar þessi maður sem ég var að tala við bara, þú veist, og bara hann bara eiginlega hálfgrátaði mig að taka við því, sko. Ég sem betur fer gat fengi hann til þess að setja það bara í sinn vasa. Það var bara rosalega gott. Hann átti ekki að vera eins mikið og mér þótti vænt það að hann skildi hugsa svona þá og ég veit, þú veist, þetta ekkert eina sagan sem svona, sko. Þeir sem við erum að fá, þú veist, ég veit eina konu sem ég þekki neitt, en hún kemur alltaf með hverju einasta ári og í borðinu mínu, skrifborðinu mínu sem ég sit hérna núna, ég með 3 miða sem ég hef haldið eftir, sem hún setur alltaf í pottinn hjá okkur. Þá veit ég lengi hver þessi kona er. Það 1 eða 2 manneskjur séðana og 1 manneskjan af þeim og hún nú látin. Þetta fullorðin kona. Guð blessi ykkur góða stað. Síðan annar, ég bið ykkur blessunar, Guðs, og allt eitthvað svona. Guð blessi áframhaldandi góða starfið ykkar. Og þetta sama skriftin. Og alltaf fylgir, sko, við erum að tala sko, 200 og 1000. Þú veist, og ég bara, og þetta,
svona líka eitthvað svona sem fær mig til þess að halda áfram að gera vinnuna mína. Við þurfum á svona að halda þeir sem erum að vinna. Já, oft bara fellur maður bara stundum bara, þú veist, mér finnst ég ekki vera að gera neitt, þú veist, þá sé ég að rétta fólki eitthvað matarkort á og til og það er stundum erfitt og ekkert stundum, oft erfitt að horfa framan í fólk í neyð eða tala við fólk í neyð sem á bara ekki neitt. Og þá svona litli miðan sem er með hérna í borðinu mínu sem ég man eftir að það er líka gott fólk hérna úti sem styður við alls kyns starf sem síðan aðstoðar. En ég vildi óska þess, eins og við sögðum áðan, að við þyrftum ekki að gera neitt. Það væri bara ekki þessi þörf. En þetta er kannski bara áfleiti draumar, eitthvað svona. En maður verður líka að hafa draumar, sko, og vonir það að við getum lifað í betri heimi. Annars værum við ekki að gera neitt, held ég. Ef ekki myndum, sko, hefðum ekki einhver svona, hvað segir maður, svona vision, svona sýn það að hlutinni geti verið betri. Já, það eru mjög góð lokaorð. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei. Nei. Já, ég ætlaði ekki að fara að predika hérna, sko, nei, alls ekki. Mér finnst bara, takk fyrir bara að vilja taka á móti mér og það var gaman að spjalla við þig. Takk kærlega fyrir, Yngvi Kristinn Skjaldarson. Það er Hin Reykjavík í dag.